kvöld. Gott kvöld. Gott kvöld. Þetta er enninstöðin laugardagskvöldið 7. febrúar og þetta er Sigurður. Og þetta er Ásrún. Og þetta er Pétur. Og þetta er næsta atriði. Rannsóknir heimsþekktra erfðafræðinga hafa leitt í ljós að í örsmári eyju yst í hafi hefur lítil þjóð þraukað algjörlega einangruð og óblönduð. Þessi þjóð er bláeygð og ljóshærð. Þessi þjóð er norræn þjóð. Afkomendur víkinga. Hæ, ég heiti Bjarni. Nei, það er ég. Ég rugla okkur alltaf saman af því að við erum svo líkir. Já, allir við séum skyldir. Við höfum aldrei verið giftir. Nei. En við erum afkomendur valsara, víkinga. Já. Ég myndi að vera eitthvað í sambandi við íþróttir. Já. Hefurðu hugleitt hvað þú borgar mikið í lífeyrissjóð? Lífslaupið er ekki bara léttur trimsprettur. Það er hörku kapphlaup við alla hina. Er ekki ráð að staldra við og hugsa málið? Nei, ég var ekki að meina þetta. Jú, það var þetta sem ég er að meina. Það má ekkert stoppa, þá ertu bara tróðin undir. Og hvað verður nú allt sem þú ert búin að borga í lífeyrissjóð? Það þýr ekki að spyrja mig. Ég var bara fengið til að lesa inn á þessu auglýsingu. En ég er samt alveg fellegar áhyggjur. Ofbeldi er vaxandi vandamál í íþróttum á Íslandi. Nú hjá okkur er staddur Friðbert Hrafnsson, þjálfari. Segðu mig Friðbert, hversu alvarlegt ástand er þetta? Þetta er alveg rosalega byggðið fyrir þér. Og sko það er ekki bara ofbeldi, það er líka sko munnsöfnurinn, orðbragðið, bara ruddaskapurinn í kringum íþróttirnar. Þetta er allt orðið algjörlega yfirgengilegt og það er kannski það alvarlegasta í þessu er að þetta er verst í yngstu flokkunum. Það er bara ríkir hreinlega hernaðar ástand. Já, bíddu nú rólegur. Nú erum við staddir hér á leik í 7. flokki og ég get ekki betur séð en þetta fari bara prýðilega fram. Já, nei, það eru heldur ekki leikmennirnir sem eru vandamálið, sko, það eru foreldrarnir. Foreldrarnir? Hólaðu í hann það! Ekki fara í boltan! Fara í manninn! Skallaðu markmanninn! Farðu frá þá, fyrir hvað á? Hjálptu mig! Veita handaflið þessu! Handaflið, já! Kýldar þarna! Það fer ekki hérna prófkjörið fram hér? Jú, það er einmitt hér. Þú ferð bara hérna bak við tjaldið. Gjörðu svo. Já, þannig að ég var ekki alveg viss hvernig þetta gengi fyrir sig. Þetta er ekkert mál, þetta skýrir sig sjálft. Farðu bara hérna bak við. Hérna bak við? Já, dríðu bara inn. Nei. Góðan daginn og velkomin í prófkjörsleikin og þá höfum við fullskipað lið og þá skulum bara byrja á leiknum og kjósandi 1 maður býða þig að stíga fram. Gjörðu svo vel. Og leikur fer þannig fram að þú velur 1 hólf. 1 hólf, ekki 2, ekki 3, bara 1 hólf. Gjörðu svo vel og veldu núna. Já. Ó, þetta er spennandi. Hvaða hólf skiltu að velja? Hann velur þetta hólf og hvað kemur út úr hólfinu? Guðrún Ögmundsdóttir. Æ, þetta var nú klaufalegt. Já, það er satt. Já, ef að sjá hvað hefði gerst ef hann hefði opnað þetta hólf. Til dæmis Guðný Guðbjörnsdóttir. Ertu ekki svekkt yfir þessu Guðný? Nei, ég er ekkert svekkt. Ég bara dettur ekki lengur í hug að taka þátt í þessu asnalega prófkjöri. Guðný, fyrirgefðu, ég hringi í þig, Guðný, ég verð að komast til síma, ég verð að hringi í hana. Já, takk fyrir það. Má ég þá bjóða kjósanda 2 að stíga fram, gjörðu svo vel. Og ég undirstrika enn og aftur, þú frestar gæfunar, 1 hólf. 1 hólf. 1 hólf! Bara 1 hólf. Já. Ok. Hann opnar G-hólf, hefur náttúrulega haldið það að hann myndi finna G-bletti þar en hvað fekk hann? 2 árgang á degi. Þetta er spælandi, en svona er þetta, lífið er lotterí. Næsti kjósandi, gjörðu svo vel. Gjörðu það svo vel, nú ert þú. Spennan er í hámarki. Hvaða hólf skyldi hann velja? Hann velur, hvaða hólf velur hann? Hann velur þetta hólf og hver er þarna? Það er Jóhanna Sigurðardóttir, til hamingju. Og þú hefur unnið flokkskírteini að einvali í Alþýðuflokknum, Alþýðubandalaginu, Kvennalistanum eða Þjóðvaka. Hann er ekki búið að leggja alla þessa flokka niður? Já, þetta er alveg brjálæðislegt raritett. Já, það? Já, takk.
Íslendingasögurnar eru nú að koma út í nýjum enskum þýðingum og þykir þessi viðburður stórtíðindum sæta í bókmenntaheiminu. Víðir fór ofan í kjölinn á þessu máli í dag. Börkur Víum þjóðræknisfræðingur var einn helsti hvatamaður þess að Íslendingasögurnar voru þýddar á ensku. Þetta var mikið átak, Börkur. Já, það má kannski segja það svona og þó. En nú hafa sumar af þessum sögum verið þýddar áður. Hvað er það sem vekur sérstaklega athygli við þessa þýðingu? Jú, það sem að náttúrulega er höfuðmál í þessu að kvikmyndir og sjónvarp hafa mótað verulega máltilfinningu hins ensku mælandi heims og við höfum tekið mið af því í þýðingu á texta Íslendinga sagnanna. Það er að segja, við höfum stefnt að því að gera hinum almenna alþýðum manni kleift að skilja textan betur, sem við sjáum strax ef við grípum hér niður í þýðinguna hér og hvar. Get your ass out of there, housewife, 'cause I don't want to burn your ass. I was given to Neil Young, and I have promised him that one thing shall walk over both of us. Oh my, that slope sure looks mighty pretty. And I ain't never seen it so pretty before. With the pink fields and the beaten meadows, I sure ain't going nowhere. Give me a couple of scraps of your hair, woman, and you and my mom will twist it into a string for my bow. What's on the line, dude? My ass is on the line, 'cause they ain't never gonna fry me once I have my bow handy. Then, by golly, I'll pay you back for the good cheek course, and I don't give a shit if you cover your ass for long. Who'd you love the most, Mama? Now, son, I was a bitch to the one that didn't want to ditch. Right, Mama? Yeah. Hvar eru sokkarnir mínir? Þetta alveg með ólíkindum á þessu heimili. Maður fær ekki verið í friði með okkur skapaðan hlut. Ég var akkurat búinn að ganga þessa sokka til, táfílan orðin nákvæmlega eins og ég vildi hafa hana. Og hvað skilur þá? Kannastu við þetta vandamál? Þeir sem eru morgunfúlir þurfa ekki lengur að vera sjálfum sér og sínum nánustu til óendanlegra leiðinda. Húmóren, gleðiplásturinn, leysir vandann. Plásturinnum komið fyrir þar sem húðin hárlaus og þunn og virkar reyndar best á menn sem eru hárlausir og þunnir. Og viti menn, geðvonskan á bak og burt. Hvernig líður okkur í dag, eska mín? Hvað segir þú mér? Erum við eitthvað svona gumpinn í morgunsárið? Gúsi, 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 gúsi. Nú hef ég líklega að gefa honum á stóran skamt. Lífið engin dans á rósum, en plástur skástur. Yst í hafi býr bláeygð og ljósar þjóð. Afkomendur víkinga. Hæ, ég heiti Ingibjörg. Hæ, ég heiti... Segðu bara að þetta er fyrst í hug. Mér dettur ekkert fyrst í hug. Ok. Gerð það bara eitthvað annað í staðinn. Ok. Bíp, 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 bíp. Bíp, 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 bíp. Akkur tístur og svona. Ég get ekkert að því gert, þetta er genetíst. Já. En við erum afkomendur káringa, víkinga og klikkað á því. Jú, maður er mikið á faraldsfæti og þetta er töluvert álag. En ég meina ef að maður hefur ánægju af starfinu þá bætir það upp þetta rótleysi. Sko það er algjört prinsip hjá mér að viðskiptavinnurinn hefur rétt fyrir sér. Það er að segja ef að
kúninn segir mér að einhver skuldi sér ákveðna upphæð, þá fer ég bara, ég trúi því og fer og rukka þá ákveðna upphæð. Maður fer auðvitað út allt land og það er það skemmtilega við þetta jobb að maður er alltaf að kynnast nýju fólki. Nei, það er ekkert flókin útbúnað sem að þarf í þetta. Það er enda til dæmis alveg ótrúlegt hvað hægt er að gera með einni stresstösku. Nei, þetta er ekki ég. Er það ekki? Nei. Jú. Nei, það stendur ekki. Þú köpa hérna. Sjáðu hérna. Nei, já! Ætlarðu að borga þetta? Já! Taka þetta? Já, ég borga! Já! Nei, ég er örugglega ekki vinsælasti maður á landinu. Nei. Og engan heyrti ennþá kvart yfir störfum mínum. Enda ætti fólk bara að reyna það. Jón Dagsson, handrukkari, er viðfangsefni þáttarins Flökkulíf á dagskrá stöðvarinnar klukkan 22:40 næstkomandi fimmtudagskvöld. Í smáfuglunum. Vanskila fólk ætti sérstaklega að fylgjast með þessu þætti þar sem Jón Dagsson, handrukkari, er með sérstök skilaboð ætluð ykkur. Ég veit hvar þið eigið heima. Og Vala býr sig undir að stökkva. Nei, hún ákveður að blása. Nú fer hún á stað. Og nú skulum við sjá hvernig... Nei, hún blæs aftur. Og nú fer að koma að því. Nei, hún þarf að blása meira. Hún blæs bara og blæs. Hún verður bara að naglalakka sig fyrr á daginn svo að þetta verður þorna fyrir keppni. Það er ekki hægt að standa í þessu endalaust. Blæs bara. Vandræði í Svefnherberginu. Ekki lengur. Nú er hann kominn á markaðinn, Stinnistuð. Stinningarplásturinn. Án allra aðskotaefna, ofur einfaldur búnaður. Örfá handtök og plásturinn er þegar farinn að virka. Lífið er flókið, en plástur er skástur. Og rétt í þessu voru okkur að berast nýjar myndir frá Mexíkóferð forsætisráðherra. Señores y señoras, es mi un grande honore a ustedes a presentar la prima ministera de Islandia, signore Davíð Oddsson. Questo acuerdo es un certo Ferpech Bardolciova ne guarda cosa corazón es un giornatina e guardio hordo es sempre mejita e pues portano Komið þið sæl, krakkar mínir. Í dag fáum við til okkar nýjan gest sem þið hafið aldrei séð áður. Já, Keiko þurfti að fara í einfalda aðgerð á sjúkrahúsi til að venja hana ákveðnum ósiðum. Og hver haldið að ætla að líta inn til okkar í staðinn? Sjáu þið nú bara, hún kemur hér. Hún er alveg að koma. Tína? Tína mín, svona. Tína, ekki fara. Ætlar ekki að tala við krakkana, Tína? Jesus Christ, hvert fór hundkvikindið? Herðu, getið hjálpað mér að leita? Ég er búin að týna hundinum. Þetta er alveg, já, þetta er alveg rándýr verðlaunahundur. Tína, herðu, þetta er alveg rándýr verðlaunahundur og alveg rándýru póliester og velúri og... Herðu, jú, Tína, ég meina, þið geta alveg slökkt á sjónvarpinu núna, sko. Ég sendi ekki bauna barnaefni fyrir þeim, þú veist, það er búið að finna hundum. Tína mín. Þannig að við sjáum hér að þetta verður skítaviður bara meira og minna allt land.
og þá skulum við líta á krakkaverið. Við sjáum að það er full ástæða til að klæða sig vel en þó smekklega og Addi á framnesveginum. Ég ætla bara að biðja þig í guðanna bænum að vera ekki með þessa hrikalega grænu húi sem varst með í gerð, þú ert alveg svo hálfviti með hana. En Eydís og Gulli á Húsavík, ég ráðleika ykkur að setja strákinn bara í gula gallan og hafa þá í ullarsokkum undir stífilunum. Já, Fía á Vík í Mýrdal voru að kaupa nýja úlpána á Rúnu litlu, þessi bláa bæði forljót og svo andar hún ekki neitt og krakkinn alltaf alveg kósveittur í henni og það er vist nýjar úlpur og ágætar úlpur útsölu í kaupfélaginu og kikki bara á þær. Já, við skulum bara líta á öryrkjaverið. Nei, býta aðeins. Býta aðeins. Hvað? Hvað? Ok. No way, getnaðarvarnarplásturinn. Fljótlegur og 100% öruggur. Plástur er skástur. Mikil erotísk della hefur nú gripið sig hér á landi, eins og sjá má á fjölda nektardansstaða, hjálpatækjaverslana og erotískra símaþjónustu fyrirtækja. Ásún kannaði þessi mál í dag og ræddi við eiganda eins slíks þjónustu fyrirtækis. Nú stendur þú fyrir einn af þessum erotísku símalínum. Já, það er alveg rétt. Og jafnframt ert ein af röddunum sem rappar við viðskiptavinni þína á svona djörfunótunum. Já, það er líka rétt. Hver voru tildrögin að því að þú hófst þessa starfsemi þína? Ég var staddur í útlöndum og þurfti að... Fyrirgeðu, af hverju talarðu svona? Ég tala mér breyttir í röddu. Ha? Ég vil ekki þekkjast á röddinni. En þetta er sjónvarpsviðtal. Svo? Þú þekkist á andlitinu. Já, hafðu bara ekki hugsað út í það. Heldur þetta dugi? Endur fyrir löngu, óhappar hér við álpuðumst í prófkjör, við Guðni hlið við hlið. Og þegar allt var talið upp úr kössunum, var öllum ljóst ég hafði fengið nóg af atkvæðum. En Guðni hætti við, og hætti aftur við, og hætti við að hætta við að hætta við. Ofboðslega tvísýnt var þá ástandið. Ég var inn á lista, á leiðin inn á þing. Henni snýst á hugur en hætti við og viti menn. Hún hætti við að hætta við að hætta við. Hvenær skeld hún láta af þessum leiðasið? Þetta gengur ekki, grátklökk því ég bið. Æ, Guðni, viltu hætta við að hætta við? Kannist þið við þetta vandamál? Allir að flýta sér og enginn má vera að neinu. Fyrirgefðu. Hvað þykist þú vera að gera? Þar fá mér að borða. Fá þér að borða? Það er ekki tími til þess. Hvað ertu svöng? Já. Nú, þá bara gef ég plástur. Plásturinn, já. Svona allir í röð. Plástur. Hljótur, tími líður. Það er nikotínplástur, það er megrunarplástur, það er vítamínplástur, lýsisplástur, kurteisisplástur, jákvæðnisplástur. Lærðir þú fyrir daginn í dag? Nei, ég gleymdi stærðfræðinni. Þú gleymdi stærðfræðinni? Og það er stærðfræðiplástur. Og í guðanabænum, farið í varlega í umfyrinni, klæðið ykkur vel. Það er kalt úti, verðið kurteis við... Og andmálæðis plásturinn. Lífið er fullt af vandamálum og lausnum á þeim. Plástur er skástur. Á eyju lengst út í sjó býr ljósærð og bláeygð þjóð. Þetta eru afkomendur víkinga. Halló, ég heiti Slavomír. Hvað segja sjómenn? Hvað segja bændur? Hvernig á ég að vita það? Nei, maður á að segja það. Hvað segja bændur?
Byrjað aftur. Hvað segja bændur? Sipp og hói. Það hefði passað betur að segja sjómenn. Já, það sett. En við látum það ekki á okkur fá að því að við erum afkomendur þróttara. Víkinga. Heldur einhverja veit ekki eftir þessu? Nei. Og Guðmundur er koninn inn fyrir vörnina Nei, það er Hannes sem brýtur gróflega á honum. Þetta var ljótt brot, grábyggilega rifbeinsbrot. Nei, hvað er að sjá þetta? Og hvað gerir dómari? Nei, hann sýnir hann rauðaspjaldið. Þetta er greinilega óvanur dómari. Hann veit ekki að það má ekki sýna Hannesi rauðaspjaldið. Þá hreinlega sér hann rautt. Og það er einmitt það sem gerist. Nei, hörðu, ég hef greinilega ekki til að gera lengur. Mubbi, þú verður að taka við núna. Já, takkaði fyrir launni, hann tók engan smá uppercut á henni, hann dundrar í kviðina á honum. Þetta er orðinn bítur hann. Vá, við erum vitni að heimsveipurum, hann á heim í hringinum og hvergi annar staðar, vá. Eitthvað fleira? Ekki ég. Ekki ég? Þá setjum við punkt hér og nú látið engan vaða ofan í ykkur helgina. Góða nótt. Þetta getur bara verið. Þetta var nú, já. Ég ruglast alltaf því við erum svo líkir. Já, ég ruggla okkur alltaf saman. Já, ég veit það. Opaslestu villur sá. Ég heiti... Ok. Hæ. Það var fyrsta augnablikið, það heyrðist þetta var vonlaust. Þetta var hopeless. Mér dettur ekkert fyrst í hug. Veitu, ég heiti Yngvi. Þetta er ekkert í hug. Þú getur það bara eitthvað annað. Já. Ég menna 50 cm. Þú sagði 50 cm. Þú sumir á 60. Hæ. Byrja aftur. Hæ. Ég heiti... Hvað er að gera spila? Þetta verður bara að vera inn á bandinu. Já, þetta verður bara að vera inn. Ok, við höfum að ná þessu. Það verður ekki stoppað. Nei. Ok. Bíp, 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 bíp. Bíp, 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 bíp. Síminn þinn. Jesus, maður. Víkinga. Heldur að einhver tekið eftir þessu? Nei. Það var það ég...